Já, komið þið sæl. Það eru kaldir loftmassar sem að stjórna veðrinu hjá okkur þessa dagana og sjáum hvernig kalda loftið svona reiðir sig brautina áfram suður á bóginn og helgina ferða hérna yfir Bretlandseyjar og síðan áfram inn suður eftir inn yfir Evrópu. En ef við lítum á yfirlitskort dagsins að þá var nú svona víðáttum mikið lægðadrag sem að liggur yfir landinu og þetta lægðadrag að búa til smálægðir og þeim fylgja svona snjó eða slydduél mjög víða. Það verður nú svona nokkuð rólegt veður hjá okkur en það er nú helst að verða einhver strekkingur hérna austan til og jafnframt má kannski búast við mestu éljónum á þeim slóðum næsta sólarhringinn en síðan nú svona að sjá að það verður nú svona fremur rólegt hjá okkur inn í helgina. En við lítum á Suðvesturlandið á morgun þá verður svona fremur hæg austlæg eða norðaustlæg átt, hitatölurnar svona í kringum 3-4 gráður og það verður skýjað en búast við að detti niður einhver stöku snjó eða slydduél svona á stöku stað. En ef við förum áfram á Norðvesturlandið þá verður nú áttin mun stífari hérna við norðurströndina en hitatölur svona 2-4 gráður og búist við að það verður líka einnig nokkuð skýjað og einhver svona smá él. Á Norðausturlandi verður aftur á móti svona, það verður svona talsverður strekkingur sérstaklega í nótt og svona fram á morguninn og það má búast við því að það verði nú talsverður éljagangur og það er svona erfitt að segja nákvæmlega hvar og hvenær það verður en það má nú búast við því að hann verði nú svona nokkuð álitinn. Og hitatölurnar verða svona víða í kringum frostmarkið og kannski svona heldur fyrir neðan. En síðan ef við förum niður á Suðausturland þá nú svona ákveðin norðaustanátt, svona strengur sem liggur með fram Vatnajöklinum og það má nú gera ráð fyrir því að það verði þungbúið og einhver úrkoma á formi snjó eða slydduélja og hitastigið verður nú svona í kringum 4-5 gráðurnar. Nú áfram á laugardaginn þá verður nú svona farið að létta aðeins til að má búast við því að það farið nú að sjást svona nokkuð víða til sólar og farið að svona draga úr þessari austanátt en það má nú gera ráð fyrir að hitatölurnar verði nú svona ekki mikið yfir frostmarkinu og helst að verði úrkoma hérna við suðurströndina. Nú síðan áfram á sunnudeginum að þá nú gert ráð fyrir því að áttin verði svona breytilega hjá okkur, við erum svona inn í þessu miðju lægðadragi og þegar staðan svona þá má gera ráð fyrir því að það verði svona einhver úrkoma í flestum landshlutum, væntanlega á formi snjó eða slydduéla og hitastigið svona í kringum frostmarkið og það verður svona helst að verði svona hlýjast við suðurströndina. Nú síðan áfram á mánudeginum að þá gert ráð fyrir því að áttin fari nú að vera ákveðin suðlæg. Það eru skil sem eru svona að koma upp á landinu, það eru nú reyndar ekkert mikið læti þessu, það verður svona, vindurinn verður nú ekkert meira en svona kannski 10 metrar á sekúndu en það má móti gera ráð fyrir því að það verður svona, gæti orðið nokkur úrkoma og það þá væntanlega á formi rigningar hérna sunnanvert landið því að það eiga nú svona að koma smá hlýindi með þessum skilum og spurning hvort að það rigni eða snjói síðan fyrir norðan. En það verður sem sagt austlæg átt á landinu hjá okkur á morgun. Það má gera það fyrir að hún verði nokkuð stíf hérna austanvert landið svona allavega í nótt og eitthvað fram á morgundeginum og helst að það megi búast við éljagangi hérna austan til, vestan til verður aftur á móti mun hægari vindur og svona hið fínasta veður, það verður reynda nokkuð þungbúið og svona helsta úrkoman svona verður nú hérna við suðurströndina svona þegar það kemur fram á morgundaginn. En við skulum láta þetta duga veðri í bili. Verið þið sæl. Hátíðin